SR. Í liði SR erum við með nummer 20 Jónatan Ótoma, 9 Axel Órafram, 17 Alex Sveinsson, 18 Sölva Atlason, 40 Þorgils Eggertsson, 95 Haukur Steinsen, 19 Kári Arnarsson, 92 Lúkas Inga, 6 Markus Ólafsson, 74 Daniel Ótoma, 11 Haukur Karmelsson, 15 Níels Hafsteinsson, 16 Gunnlaugur Þorsteinsson, 8 Benedikt Ingólfsson, 10 Þorsteinn Garðarsson, 21 Arnar Karmelsson, 28 Helgi Bjarnason, 64 Richard Verdings. Í liði Fjölnis erum við með nummer 4 Martin Simanek, nummer 9 Róbert Pálsson, 15 Pétur Egilsson, 21 Viggo Lindsson, 84 Hektor Hrólfsson, 2 Jón Helgason, 12 Viktor Svavarsson, 20 Emil Alengard, 25 Hilmar Sverrisson, 27 Falur Guðnason, 11 Kristinn Jóhannesson, 5 Viktor 7 Sölvi Egilsson, 14 Drew Barron, 94 Brynjar Bergmann, 22 Gunnsteinn Birkisson, 33 Úlfar Andrésson, 47 Freyr Vake, 71 Guðmundur Helgason, 86 Gabriel Egilsson. Jú, komið sæl, góða kvöldi, ég heiti Baldur og ég ætla að vera með ykkur að lýsa þessum leik hér í kvöld. Það eru SR og Fjölnir sem að mætast hér. Mikilvægur leikur fyrir SR eins og sjáðu hérna á streyminu. Þá eru SR bara örfáum stigum eftir SA í mótinu. Fjölnir er aðeins dottinu úr sig eftir harða baráttu fyrir mitt tímabil en það er aðeins dottið út og eru búin að dragast svolítið eftir aftur á en ég býst samt við góðum leik bara og það verður bara fínt sko. Það verður hörkuspennandi en já, liðin eru mætt hérna inn á fer að byrja eftir örskamma stund.
Hérna eru fyrirliðar hvors lið, Robbi og Kári. Takast í hendur. Þá fer þetta alltaf að fara af stað hérna. Liðin fara að koma sér fyrir. Það fáið droppi. Robbi hérna rétt missir af þessum en Björnin vinnan hérna. Tekur sér smá pásu fyrir aftan markið. Spilar hann síðan hérna upp. Finnur Hector á kantinum. Missir aðeins af þessi sendingu og Essir komið tilbaka að Robbi tekur góðan líkama og stoppar það þarna. Viggo reynir að koma yfir og Martin tekur líkamann þarna miðjan ís. Sleppir bara alveg pökku. Fer síðan í skiptingu. Það er Essir að koma inn á leiðinu. Það er komin alla leið djúpt. Það er að púlla eitthvað spil. Finna hérna varnarmanninn upp á toppnum og skotið kemur Viktor Örn með hann. Falur hérna fyrir miðjunis og tekur líkamann á móti sér og Essir komið tilbaka. Taka skotið á Þórir. Vel gert hjá Þóri þannig að Essir reyna að halda áfram í sókninni. Viktor reyna að ná hann upp í Hilmar rétt missir hann út og Rasid tekur á mótunum. Þeir eru búin að spil. Gunnlaugur þarna fyrir innan, setur hann að Haukur á leiðinni. Missir á hann og Hilmar neglur honum niður. Viktor setur hann bara djúpt og það er æsing. Fyrsta flauta hérna. Og Drú hérna er sagt fara út af. Maður má ekki skipta í ísingu. Og Agga hefur síðan tekið skiptingu eða hvað. Fær hann að halda inn á. Já, hann gerir það þegar það ekki finnur mannin sem átt að vera inn á. En þá er komin hérna á stað. Það er hörð bara að Viktor í horninu reynir að halda á pökknum á móti tveimur mönnum en nær því svona nokkurnu veginn. Pökkurinn endar hérna hinum inn á blálínni hjá Daniel komin í gegn Drú. Pökkurinn endar samt aftur djúpt. Daniel nær að setja hann þangað. Essir hérna. Reyna að finna sendingu, gott blokk það þannig og Drú. Sölvi hérna á leiðinni inn, droppar honum yfir á Axel með skotið Þóri Veran framhjá. Martin hérna pakkar markið, ætlar að reyna að koma honum upp, missir aðeins á sénsinu sínum þarna. Jón pakkar markið, setur hann á Viktor. Viktor ætlar að taka sinn tíma. Finnum Hróar finnur Hector kominn á flegi ferðina. Það er að reyna að finna sendinguna fyrir en Essir bara taka á mótunum. Viktor Jarl sterkur á blálínni, heldur hún minni. Hector með gott skot en Markmaður fyrsti pökkinn. Jóhann verið þetta. Falur hann vinnur pökkinn og Pétur aðeins sendi ekki frá framhjá hann og endaði úti.
Níels, kemur hún hérna inn. Robby heldur hún í skefjum. Nær segja pökknum, skautar hún hérna upp, ætlar að fara sjálfur. Engin með honum nema Emil Alligardi hérna á kantinum, ætlar að reyna, setur hann í gegnum klófið hann á fyrsta en missir hann eftir það. SR komið inn á ferðina, Níels reynir að halda þessu áfram með Falur vinnur hann á bláulunni, Falur hérna inn í sóninu, finnur Hilmar en pökkurinn þetta úti. Viktor Jan. Tekur snúning hérna, ætlar að reyna að koma sínum mönnum í skiptingu. Gerir það glæsilega vel. Finnur Sölva, Sölvi setur hann inn. Pökkurinn endar hann í horninu. Úlli ætlar að reyna að pressa en það gengur ekki. Lukas hérna. Finnur hann yfir bláu en dettur aðeins og Sölvi kominn aftur í hann. Sölvi nær að halda hann inni hana í nokkra sekundur í viðbót. Daniel setur hann hérna út og pökkurinn skoppar alla leið inn í varnarsvæði Fjölnis. Hróar setur hann að reyna að ná honum út en það gengur ekki. Viktor Jan tekur hann mót honum aftur djúpt í svæðinu. Hróar aftur, setur hann upp, reynir að finna Martin sem að reyna að cherrypicka hana. En hann með 2 varnarmenn í sér þannig það gekk ekki. Þessi kominn hérna inn. Haukur með skotið og Þórir. Er hann vel þarna. Það var Axel hérna sem tekur skoti og hann endar yfir. Martin reynir hann á honum út en engin bakvið hann til að taka á móti þessu. Haukur hérna á bláu. Setur hann hérna niður og Axel reynir að chippa honum inn. Mikill baráttuslagur hann í horninu og Jón er fastur á milli 2 manna en nær samt að vinna pökkinn til Viggo. Viggo hérna skautar hann upp. Finnur Hector lendir í smá klandri hérna rétt út fyrir bláu línuna en Viktor Örn bjargar hann því finnur síðan Viktor. Nei, Viggo hérna missir hann Haukur. Þessi með hann hérna ætlar að reyna að spila honum upp. Haukur reynir að vinna hann út en Viktor tekur á móti honum og setur hann bara strax aftur niður. Emil dettur hérna hættulegt. Úti Ríad. Emil heldur pressun samt áfram og Robby ætlar að halda því eftir og Emil flottur vinnur pökkurinn enda djúpt. Það er icing. Hörku leikur sem við erum að fá hérna strax í byrjun. Varnarsvæði beggja liða búið að vera alveg opið þannig að þessi sókn getur alveg lagst vel niður og gert plays hérna. Sjáum hvort liðið verður fyrr að stíga upp í vörninni. Hilmar hérna með gott skot. Beint úr face-offinu Robby. Setur hann strax niður á Emil bak við markið. Það er að reyna að búa til eitthvað spil og reynir að finna Hilmar en Kári er hérna fyrir honum. Setur hann inn á Fal. Pétur með skoti og skoppar hérna af pattanum. Emil aftur seinna eftir honum að Ríad er í honum og tekur bara líkamann. Setur hann upp við battan hana. Falur. Finnur Hilmar. Finnur Robby hérna. Níels tekur hann á honum. Gunnsteinn flottur næra. Pókar hann pökk frá og setur hann bara djúpt. Þá eru þeir komnir á ferðina hérna. Kemur djúpt inn og Þórir bara grípur hann. Ekkert mál eru gert hann það milljón sinnum áður. Það var Fjölnir sem vinna hérna á Facebook. Hróar.
Finnur Sölva ætlar að reyna að spila honum áfram, finnur hérna Úlla. Úlli heldur þess áfram. Nær pökkum hérna áfram og Viktor Jansen setur hann djúpt og Drú hérna. Viktor setur hann yfir og hann nær ekki alveg þessi sending á Hauk hérna og Hróar. Tekur á mótunum. Tekur djúpt, sendir upp á Viggo. Reynir að finna Martin hann í miðjunni en það gengur ekki. Robbi með hann. Finnur Martin. Reynir að finna Pétur en sendingu var ekki alveg nóg góð. Robbi. Finnur Hektor. Það niður í horninu, smáklandur, Viggo með hann, eða hvað, nei. SR menn ná að koma hann út og Axel á ferðinni, næri ekki að fá hann. Martin setur hann bara djúpt og ætlar að reyna að pressa tilbaka, Viggo með honum. Ekkert æsing þarna, veit ekki hvernig það er. Emil. Það byrja að spila hún hérna út. Fer bara alla leiðina sjálfur. Tekur skotið en það er blokkað og fer upp í netið. SR vinna face of 5. Það reyna að byrja að koma nú út. Níels hérna. Hilmar flottur, sterkur og heldur hún minni. Þarna er tripping dæmt og Fjölnir fá powerplayið. Þetta var óhefnið þarna í horninu en það er leikmaður númer 48 hjá SR sem að fer í boxið og það er það númer 40 sá ég þetta vitlaust þarna. Já, það er Þorgils sem fer í boxið, leikmaður númer 40 hjá SR. Og Fjölnir fá að reyna við powerplayið. Emil vinnur þetta fyrsta face-off, Robbi hérna á bláulunni. Þetta er hann á Viggo, Emil. Reynir að finna eitthvað þarna og Viggo stendur bara þegar einhver leikmaður SR ætlar að fara í hann og dettur sjálfur. En höknum hent út hérna. Robbi tekur á mótorum, ætla að taka þetta rólega. Viggo. Skutur hann hérna upp, finnur Hektor er alveg einn. Og Robba með skoti ofir yfir. Emil reynir að finna miðjuna en það gengur ekki. Og þeir þarf að elta pökkinn aftur út. Fjölnir fari í línuskipti. Martin ætlar að fara með hann upp sjálfur. Finnur droppa hérna á Viktor og sem droppa hann áfram yfir á Fal. Finnur Martin á bláu. Finnur hann yfir á Fal. Falur hérna í hotninu missir aðeins af honum. Hilmar er kominn alltaf bakkan upp. Martin er spilt með skotið og setur hann framhjá. Viktor, finnur Martin með skotið en það er blokkað framhjá. Falur, setur hann á Hilmar. Yfir Fal, aftur Hilmar.
Viktor Jan er með skotið og hann skoppar framhjá. Þorkels er komin aftur inn á. Það er 5 á 5. Hann virðist alltaf að fara strax í sókn. Jón væri að sloppa það snildalega. Martin hérna bakom við markið. Skipti við Rópa. Finnur Úlla. Úlli hérna missir aðeins á honum og Haukur tekur á móti. Robbi ætlar bara að rimma honum alla leiðina yfir. Óheppinn annar Sölvi ætlaði að reyna að taka á móti honum en dómarinn mat sem svo að þetta var offside. Sáðu hann ekki amalega. Pétur. Missir af honum hættulegt þarna og SR er komin í dauðafæri og Þórir nær að póka honum handan frá. Góð vörn líka hjá Rabba. En Axel með geðveikt færi eftir þarna smá mistök frá Pétri og aftur er hann farinn í gegn. En missir hann honum líka í þetta skiptið. Viggo hérna við battan. Nær að standa í lappirnar og Hector hérna reynir að vinna hann. Pakkurinn fyrir lengra niður og Viggo með. Finnur hérna Viktor með skotið en það fer varið og framhjá. Jóhann með flotta vörslu hérna. Hector finnur Viktor með skotið og það aftur varið af Jóhanni. Hector og Viggo hérna báður í horninu. Náinn mitt til Martins og aftur niður. Þeir elta allbaka, Þorkels þarna. Fastur og Hector sterkur. Skautar í gegnum 2 menn þarna, setur hann upp á Jón. Jón yfir á Viktor og Viktor mistir hann þarna út. Fjölnir fá séns á að skipta. En missa hann þarna, Gunnsteinn nær að vinna hann tilbaka eða ekki. Jú, setur hann hérna upp á Gumma. Gummi setur hann bara djúpt. Gabriel eltir hann eftir honum og Jón nær að vinna þetta aftur út, vel gert. Daniel skautar hann inn. Reynir að finna sendinguna fyrir, mjög flott sending að hann, pakkurinn ennþá laus, Þórir finnur hann og nær að frysta. Kaos þarna fyrir fram að markið. Alveg rosaleg sending frá Daniel. Hættulegu séns þarna eftir mjög góða sókn hjá Fjölnismönnum. SR vinna face-offið og fer bara með hann allan út þarna. Axel. Nafn hans ætlar að fara í gegnum allan pakkan og Hilmar grípur hann þarna fyrir miðju og flott díma hjá Axel til að stoppa þetta. Emil snýra sér manninn, ætlar að halda áfram. Emil er stórhættulegur með þennan pökk en Hilmar náði ekki að grípa frá honum. En náttúrulega er Hilmar ekki að grípa á Axel fyrir hittin en Hilmar tekur því bara. Robbi hérna í harðarhlaupum og nær að fá þetta í icing. Afsakið fyrir ykkur. Óþægindi á streyminu. En ég held að það sé allt komið í lag núna. Og hver er það sem vinnur þetta face-off? Er það Úlli? Já,
mér sýnist það. En hann neldur niður bara, skal ég segja. En Hróar hérna, ætlar að ná inn að pökk. Ætlar að fara að reyna sjálfur. Gerir það vel og setur hann bara púðan að sjá hans. Hann ekki hættur, heldur áfram í líkamann og Viktor Jan setur hann bara djúpt. Viktor næri næstu að grípa hann og Sölvi og Hróar. 1 á móti 2 hann hættulegt. Næra vinna hann. Eða hvaða Axel ennþá ekki hættur. Reynir að finna hann upp en þessi sending fer á engan. Þessi róa niður spilið og menn Hektor ætlar að reyna að elta en Þorberg spilar í kringum hann. Þessi komni niður. Hættulegt þarna. Kári í slottinu. Þorberg með gott skot en Þórir setur hann framhjá. Þorberg aftur og Þórir ver enn. Viggo. Reynir að setja hann út en Níels grípur hann og hættulegt. Viggo fær hann í skautan og setur hann framhjá. Pétur. Flott kats hann en setur hann strax á Gunnlaug með skotið og Þórir með flotta vörslu. Og Hektor hendur hann bara alla leið. Og heppinn hann að setja hann á Jóhann og fá ekki æsing. Þannig að hann liðsmenn fá skiptinguna. Þórir tekur á móti við hann. Og Viktor ætlar að byrja hérna breikandið þeirra. Falur missir af honum en Viktor til að bjarga honum og setur hann bara djúpt. Emil ætlar að reyna að taka á móti hérna. Missa af honum að SR hendur honum út. Æsing það. Þó að mér sýnist pökkurinn ekki hafa farið yfir línuna. Flott face-off hérna og SR ætlar að reyna að koma honum upp. Vísa aðeins á honum og stopp hérna á blálínunni. Ætlar að taka hann tilbaka. Reyna að taka þetta svolítið kontról. Emil í pressinu og hann getur verið stórhættulegt þar. Sending fyrir aðeins á mis og Jóhann tekur bara og fristir hann. Gefur Fjölni annan séns til að reyna við face-offið og ná kannski marki. En vissulega stöðvar alla hættu frá Emil í þessari stöðum. Sölvi flottur þarna. Reyna að vinna þetta en jú, Viktor Jan nær að halda hann minni. Nei, Alex þarna sýnst mér halda hann úti eða hvað. Þetta alveg rosa klíma þarna. En pökkurinn endar á endanum inni. Jónatan fer á eftir honum og reynir að taka á móti honum. Gerir það. Finnur hérna áfram á Sölva. Sölvi skautar honum alla leiðir upp, droppar honum hérna og flottur þarna Viktor að taka á móti þessum. Finnur hérna Hróar yfir á Sölva. Sölvi missir á honum, Hróar setur hann aftur. Skoppar hann fram hjá markinu. Viggo. Finnur Viktor yfir á Sölva. Sölvi missir þetta slapshot. Viggo. Missir af honum hættulegt þarna. Þetta áfram inn í varnarsvæði SR og Martin tekur bara vel á mótunum þarna. Viggo með flott move og nær honum hann framhjá en Jóhann með hann.
2 mínútur eftir, ekki komið mark en við erum rosalega nálægt því. SR vinna feysu og Rihad setur hann þarna yfir alla leið á Gunnlaug. Gunnlaug missir á honum og Þorberg reynir að halda hann úti. Rihad setur hann bara áfram. Viktor flottur að setja hann bara út og nú Kári hérna komin inn. Gunnlaugur. Markið, Martin tekur á móti honum. Gunnlaug fer bara alveg í líkamann. Rihad á línunni og setur hann alveg út en hættulegt þarna. Þórir nær samt að berga undir Rihad aftur og það er blokkað af hans eigin liðsfélaga óvart en Emil hérna og Martin með honum og Martin nær á honum, nei. Emil er ennþá með hann nær að ná hann tilbaka eftir þetta. Falur hérna fær líkamann í sig en nær hann að halda pökknum, já, sýnist mér, nei, gerir það ekki. Hilmar setur hann hérna yfir á Pétur, nei, missir af honum og pökknum tínir honum handa. Robby reynir að finna eitthvað en maður sem fer í hann dettur bara og hann ýtir honum síðan baka. Pökkurinn endar alla leið úti og það er spilað 25 sekúndur eftir. Ein seinustu sókn ef að SR geta það. Og þeir reyna það allavega. En missa á honum hérna og Óli er kominn yfir á Drew með skoti og Jóhann verið þetta 3 sekúndur eftir. Hefði verið svekkjandi þarna að vera SR að gefa þeim þetta mark. Viktor Örn að vera sendur hérna út af vegna hálshlífavesens. Og Falur kemur mér inn á í staðinn. Og þeir tapa bæði liðin face-offinu og ekkert nægur tími til að gera neitt þarna. En flottur leikluti, ennþá 0-0 bæði lið hnífjöfn og já, þetta er bara spennandi leikur. Hér er ykkur eftir hlé.
Jæja, þá fyrir þetta allt að byrja aftur hérna fyrir aðra perioduna. Já, við vorum æsispennt í fyrstu periodu og já, við búumst bara við annari slíkri. Engin mörk skoruð í þeirri fyrstu. Samt bara hörð baráttu á báðum liðum og já, margir sénsar. En þá fyrir þetta allt að koma hérna. Það er SR sem vinnur hérna fyrsta face-offið. Jónatan hérna ætlar að byrja skautunum upp. Fer sjálfur, droppar hann svo strax niður á hauk hérna. Reynar að finna Axel en Martin grípur þessa sendingu á milli. Setur hann bara á markið, Jóhann verður þetta framhjá. Hector hérna. Reynar að finna eitthvað spil, setur hann niður á Viggo. Reynar að finna miðjun á. Pétur næstum múinn að stoppa þetta en missir Axel hérna framhjá. Axel komin á flegi, fer hann að tekur startsetun, fer yfir. Og Martin aftur strax kominn tilbaka. En flott varsla hana, eða vörn, segi ég. Alex reyna að brjótast hann í gegn og nær ekki alveg. Robby nær sendingunni upp á Viggo og Emil næstu búinn að ná þessum pökk hana. Hilmar, flottu skot hana og flott play hjá Emil og Hilmari. Sækjulónu hana tvisvar og Hilmar endar á því að taka mjög gott skot en Jóhann grípur hann hana. Mjög vel gert.
sér hérna vinnur space og þeirra svona Gunnlaugur ætla að reyna að taka á mótunum en Jón Albert hann alltaf að reyna að stoppa hann. Hilmar hérna reynir að grípa hann fyrir utan bláu línuna. Kári heldur pöknum bara áfram. Emil á endan og nær að stoppa þetta inn í þeirra varnarsvæði. Og hérna já, Pétur á línunni en offside það, Níelsi, ekki Pétur. Emil hérna ekki með virka hálslíf. Hún þarf að laga hana. Áðan sáum við Viktor fara fyrir saman hlutinn. Þá það Jón Albert hérna kominn alla leiðina djúpt inn í varnarsvæði og sveit bara skotið en fyrir rétt fram hjá horninu þarna. Viktor heldur hann djúpt inni og Kári hérna reyna að vinna puckinn út. Ríhad, flott sending og Emil tekur reyndar á mótunum. Níels, hérna fyrir miðjan ís reynir að koma honum inn en Jón Albert sér það fyrir hann nema bara í öfugt svæði. Ríhad. Það reynir að finna puckinn áfram. Falur, flott sending hérna á Emil. Flott skot hérna líka. Jóhann nær samt að verja það en Hilmar hérna ætlar að halda þessu sókn áfram. Finnur hérna sendinguna fyrir miðju, reynir að finna Falur. Nær ekki alveg að taka á móti þessum. Og Haukur kominn hérna á fleyferðina. Finnur lífsverð sinn en ekki góð sending var það og Hróar bara kominn strax tilbaka. Tekur slapsóttu og fer lengst upp í netið. Þetta var heljarnar skot hjá honum. Og droppi kemur Fjölnir vinnan og taka hann hérna út úr svæðið þessar. Haukur hérna kominn á ferðina, vinnur hann inn. Þóri tekur hann. Fjölnir vinna hérna face-offið og Robby tekur hann á mótunum hérna niður í varnarsvæðinu þeirra. Drew hérna reynir að finna sendinguna upp á Sölva og Magnús tekur sendinguna niður en tínir síðan pucknum eftir á og Jóhann setur hann bara alla leiðina á bekkinn hjá Fjölni. Hektor hérna setur hann upp á Robba aftur niður og Hektor reynir að finna sendinguna inn á Viggo og Viggo nær ekki alveg skotin af. Pétur þarf að elta hann inn á út úr svæðinu. Martin nær að setja killuna á þennan puck áður en hann enda djúpt. Hérna vinnur hann tilbaka sterkt. Robby með skotið, setur hann yfir. Það er framhjá hann. Pétur heldur hún inni. Viggo er með hann, reynir að finna einhverja sendingu þarna inni. Þar er engin. Robby setur hann bara djúpt. Endur alltaf inn í hinum megin og Viggo ætlar að koma inn á móti. Puckurinn grafinn hann djúpt á milli leikmanna. Jón setur hann í Kára hann nær að vinna tilbaka, mjög vel gert þarna. Spilunum hann á Viktor setur hann niður. Aftur út fer hann. Fram og tilbaka hann Kári eltir á eftir.
En Jón í honum og reynir að vinna pökkinn, sömuleiðis gerir Viktor það sama. Emil tekur hérna mótorinn, sendir hann á Fal, Falur er hérna á leiðinni upp og reynir að koma fram hjá Ríad þarna, en Ríad sterkur. Falur finnur ekki þessa sendingu miðinu og þeir eru komin á fleygiferð hérna Níels. Setur hann bara beint í fangið á Þóri. SR vinna hérna face-offið og ætla að reyna að byrja spilunum hérna. Spilunum með hringinn, SR, Haldon menn þá upp á bláu, skoti kemur, Þóri með hann, verður hann þarna flott. Úlli. Finnur Viktor. Hróar hérna. Arnar nær að blokka þessa sendingu og þeir eru komnir aftur niður hérna SR menn. Og Viktor reynir að taka líkamann, gera það og einhvern veginn vinnur pökkið þrátt fyrir að hafa leiðið flatur hérna á ísnum. Hróar. Ætlar að fara sjálfur. Finnur þessa sendingu hérna í gegn og Gummi næstu í bara búinn að setja hann inn. Bjóst enginn úr SR við honum hérna. Arnar nær að halda pökknum með sínu liði. Axel. Nú er hérna djúpt. Reyna að finna Magnúsin. Það gengur ekki. Viggo hérna niðri. Nær pökknum upp. Ætlar að skauta hann Setur hann bara alla leið en það er æsing. Viggo ætlaði að reyna að svindla þarna á rauðu línuna en dómararnir segja nei við því. Og Robby hérna sterkur og vinnur bara pökkinn alla leiðin yfir í face-offinu. Jóhann tekur samt á móti Hektor með góða pressu og vinnur pökkinn djúpt. Þeir ætla að halda honum hann inni, gott forecheck. Robby sömuleiðis heldur honum. Allir staðrænir í að halda þessum pökkanna djúpt niðri. Þannig endar hann úti og Axel tekur á mótunum, setur hann aftur inn. Nú er hann kominn hérna hjá Robba djúpt inn í varnarsvæði Fjölnis. Setur hann hérna yfir á Hilmar, Hilmar alla leið yfir á Jón sem næri ekki alveg að taka á mótunum og sprettur hérna á eftir honum með Níels kemur fyrst. Daniel setur hann hérna niður. Fyrir aftur á Daniel. Hættuleg sending hérna en nú virkaði það í þetta skipti. Gunnlaugur nær að chippa honum alla leiðina þarna inn. Það kemur Falur á fleygiferðinni en pökkurinn endar aftur djúpt. Þóri tekur á mótunum og ætlar að gefa Viktor honum hana. Falur rétt missir af þessum pökki og er á sprettinum hana niður. Það reyna að taka líka menn dettur bara sjálfur. Emil tekið niður en það er dómur. Nýing á leikmann SR númer 21. Arnar Karvelsson. Við erum búin að fá 1 powerplay í þessum leik. Það var í fyrstu pírótu og það var Fjölnir sem að áttu þann heiður á að láta reyna á það. Þeir fengu góða pressu allan tíman en ekki var skorað mark. Sjáum hvort það geta breytt því núna. Halda þessu pressu vonandi og reyna að næla sér í þetta mark. Falur þarna reynir að vinna þetta en SR í rauninni vinna það.
Martin nær samt pökknum og kemur hann upp hjá Jón. Aftur niður á Martin. Martin kemur bara þannig í miðjuna og setur hann bara strax. Skoppar lengst þarna upp og út af. Falur hérna með flott face-off en aðeins svo flott var það og það var áarf snemma. Klukkan á að bíða í 1 sekúndu þannig ekki vera að kvíða ef að klukkan fyrir ekki í gang strax. En þarna vinnur Falur aftur í seinna skiptið. Jón heldur hann hefur gangandi yfir á Martin. Aftur upp á Jón. ætla bara að reyna að hreyfa þetta box hérna sem er komið og Falur setur hann bara inn. Vel gert þarna. Nú man ég það ekki, var þetta Jón eða Martin með skotið, gæti verið hvorur. Ég held að það hafi verið Jón sem skýtur hann í kiluna á Fal, skoppar hann niður, er í klofinu á Jóhanni og bara potar hann manna inn, vel gert hjá Fal. Staðan kom inn í 1-0 fyrir heimamönnum. SR vinnur þetta face-off og Pökkum að kasta djúpt. Þóri tekur á mótunum og hann fristir hann bara strax. Ætlar ekki að taka neina sénsa þarna. SR vinnur þetta face-off. Þorkels ætlar að taka hann langt og Gunnlaugur með stokotið og heldur ekki nógu vel í prikið sitt. Það kastast þarna en ekkert vers með það meira, hann ætlar ekki að gera neitt úr því. Fjölnir vinna þetta face-off og hérna er Robby kominn á fleygiferðina, reynir að finna einhverja sendingu hérna en Kári tekur bara á mótunum fyrir einhvern. Martin reynir að finna skotið og Jóhann bara grípur hann. Það marka á hann ekkert að taka Jóhann út af laginu, hann ætlar bara að halda sínu áfram. Fyrsta mark Fjölnis og skora leikmaður nr. 27 Falur með stóðsendingu frá leikmaður nr. 4. Nei, það var þá Martin sem var með skotið á þessu. Ég var bara búinn að gleyma því, ég var að fara að útskýra eitthvað hvernig þetta powerplay hjá þeim virkaði. En hérna er Robby að reyna að vinna puckið, missir prikið sitt í leiðinni. Fær síðan puckinn aftur og þarna er hver er þetta Daniel sem er búinn að missa kiluna sína líka. Ég ætlar að reyna að ná hann tilbaka en Axel er fyrr á það og skautar hann hérna upp. Alex ætlar að reyna að ná hann inn en hann er drippaður hann. Þetta verður dómur og Magnús er með hann. Martin tekur hann á mótunum og það er flautað. Dómurinn. Viggo Hlinsson fer í bóksið og þá er það kominn tími á að sjá powerplay hjá SR, sjá hvort þau geti jafnað í leiknum.
Sveinsson fær 2 mínútur fyrir klipping. Það SR sem að vinnur þetta face-off og ætla að taka strax skotið. Haukur hérna með gott skot en Þórir tekur hann léttilega þarna. Fjölnir hérna að vinna þetta face-off og hérna það í pressunni á veggnum og dettur ykkur hérna. Kári hérna reyna að finna skoti. Haukur tekur á endanum og flott þarna hjá Þóri Verenda og Jón hendi sér bara í það til að ýta Daniel þarna frá. Það það SR sem ætla að vinna þetta face-off. Jónatan hérna vinnur þetta út. Það ætla að koma hérna og vinna hann hérna inn og það skotið hérna Þorkels. Þórir ver þetta mjög vel. Slashing dómur að koma hérna á Gunnlaug. Eitthvað ósáttur ætlar að reyna að rífast við Sindra en það gengur ekkert fyrir hann. Og þá fá aftur Fjölnir aftur að reyna sig við powerplayið eftir 1 mínútu og 80 sekúndur af því við erum að fara í 4-4 spil. Viggo situr ennþá í boxinu. Það eru SR sem að vinna face-offið. Það Magnús hérna baka markið sem ætlar að taka þessu svolítið rólega. 4-4 spil, þú vilt ekki gera hann inn stór mistök en Axel komin hérna bara alla leið í gegn en flottur Pétur hérna. Missir vissulega killuna sína en hverju skiptir það máli þegar ná að taka fyrir fram mark. Martin hérna með geggjað mark hérna! Vörnin gerir bara mistök Jóhann en í staðinn fyrir að hann næri ekki pökknu upp í burtu, næri ekki sendingunni. Martin tekur á mótunum, hann dýfir sér þarna fyrir og þeir eru 2 ofan okkur öðrum og hann setur hann bara yfir á báða. Geðveikt mark hérna hjá Martin. Setur stöðuna í 2-0 fyrir Fjölni. Búið að taka dóminn út sem átti ekki að gera því að við vorum í 4-4 spili, þannig það þarf að finna út úr því. Gunnlaugur á ennþá að sitja í boxinu. Reiknum þetta út í hvað langan tíma. Sjá. Ekki 1:18 sem að Viggo átti eftir þegar að Gunnlaugur fór í boxið. Mér minni það. Þetta eru, já, það er bara heila 2 mínútur viðbót. Ég held að það sé ekki rétt.
Biðjumst afsökunar á vesunni hérna á streyminu. Það er ekki bara þau í boxinu hérna sem eru með tæknivill, það eru líka eitthvað að vinna með frame drop hérna sem lítur út fyrir að sé ennþá. En leikurinn er allavega komin hérna aftur í gang. Ég ætla að reyna að lýsa þetta hérna fyrir ykkur. Hróar hérna í horninu, setur hann yfir á Fal. Aftur Hróar. Ég voru að reyna að finna hann upp á Fal en það gengur ekki. Alex hérna kemur inn í svæðið og það er ekki mikið lengra það. Hróar hérna sterkur og nær að stoppa hann. Daniel setur hann hérna niður. Og Alex hérna reynir að finna hann áfram. Hróar skautar hann hérna upp. Finn Jón. Kemst hérna í miðjuna. Jón reynir að setja hann inn en var stoppar hann á Emil. Tekur hérna líka maður vel. Sem skerir Jón að Viggo! Kemst hann í gegn og setur hann upp í hornið. Eðlilega flott skot þarna hjá Viggo. Nýkominn aftur inn á. Beint upp í hornið. Rosalega flott spil þarna á milli Emil, Jóns og Viggo. Viggo með, já bara, besta skot í þessu leik. Bakgrunnan djúpt. Reyna að vinna hann hérna upp. Viktor heldur hann inni. Þriðja mark Fjölnis, skorar leikmann með 21, Viggo Nilsson, með stórsendingu frá leikmanni 2, Jón Helgason. Róbert reynir að finna þarna yfir. Haukur næstum búinn að stela þessum pekki, en Gummi er kominn hérna í gegn. Sölvi, hann tekið niður. Tekur hann smá tíma að standa aftur upp. Takkurinn endar hann allan niður og það er ekki æsing. Haukur hérna. Droppar hann niður. Robby tekur hann á mótunum. Viggo fær lungu sendinguna en stoppaði hann í miðinni. Setur hann vissulega djúpt. Martin ætlar bara að pressa þetta, vinnur puckinn, nei, gerir það ekki. Alex hérna setur hann alla leiðina upp. Alex fær allt baka. Reynir að finna hann inn en Jón er þetta fyrir. Sendingi kemur þetta út og Martin gerir smá mistök og missir puckinn en Hector er kominn í gegn. Þannig er Viktor kominn inn, nær að vinna þennan puck, setur hann bara á markið en Jóhann með hann og setur hann fram hjá. Hector tekur á móti. Puckurinn er grafinn út þarna og Daniel reynir að finna ykkur á sendingu. Falur, flottur og nær þessum. Finnur Jón. Taka rólega leikinn og Hilmar nær ekki alveg að taka á móti þessum og setur hann hérna á Kára en vinnur hann síðan strax tilbaka. En missir hann síðan aftur. En
Liðsfélagar hans hjálpa honum að vinna tilbaka. Viktor flottur þarna í vörninni. Gunnlaugur reynir eitthvað hitt þarna en Viktor stendur sitt og síðan fer hann aftan í hann og tekur hann bara alla leið með sér í battan en Emil er kominn hérna með hann. Hann ætlar að byrja að skauta hann uppi. Emil tekur snúninginn og sendir á eitthvað sem er ekki mættur. Robbi þarna og hann seinni í skiptingu. Emil nær að snerta þennan puck þannig það er ekki icing. Það er Daniel. Finnur hann niður. Þetta var Jónatan. Skið það. Jónatan hérna. Jóhann segi ég. Pétur vinnur hérna á Róbert. Róbert yfir á Gumma. En virkar ekki þarna. En Sölvi fellir hérna leikmanni þeirra og Pétur snertir hún og það er flautað. Gummi fær þá 2 mínútur fyrir tripping og SR fá sín séns til að ná okkur mörkum tilbaka. Nei, það er Sölvi sem er sendur í bóksið. Fyrir þetta. Ekki vissum að það hefur verið rétt. Sýndist það að vera Gummi sem var að fella hann þarna. Ég geti að vera rátt fyrir mér. Sölvi Egilsson fær 2 mínútur fyrir tripping. Þá er Axel sem vinnur þetta face-off. Axel hérna á bláu ætlar að reyna að taka þetta hægt. Finnur hann hérna niður. Aftur upp á Axel. Niður. Níels. Axel skotið. Þóri ver. Þóttvarsla hérna og hann dettur. Viggo reynir að setja hann út og gerir það vel. Níels tekur á mótunum. Byrjar að skauta hann hérna upp. Axel. Hérna kom hann niður og Hector dettur hann við að reyna að stoppa hann. Axel með skotið en setur hann yfir. Alex. Viktor reynir að setja hann út en Axel flottur á bláu og stoppar hann. Þó hann að reyna að stoppa þetta og pucknum er hent út. Jóhann tekur á mótunum og setur hann hérna upp á Axel. Gunnlaugur. Droppar hann hérna niður. Og Jóhann. Jóhann skautar hann hérna áfram. Puckunum fer hann framjá. Falur eldir. En nær ekki pucknum. Emil reynir pressuna. Kári. Skautar hann hérna áfram og setur hann hérna Gunnlaug. Gunnlaugur. Sendur hann Þorberg. Þorberg skotið. Hann fer framhjá. Gunnlaugur. Með hann 10 sekundar eftir á powerplayinu. Setur hann hérna niður. Viktor upp á Emil. Emil. Finnur skotið og Jóhann. Nei, setur hann framhjá. Kári. Á leiðinni. Kemur hann hérna upp. Tekur skotið, Þórir með hann. Robbi hendur Kára hann upp í battan. Þorberg. Það spilur hún hérna inn. Finnur skotið en Sölvi reynir að kasta honum út en lélega gert þarna að Robbi puckinn hann í hausinn. Heppinn að vera með gleri fyrir. Sölvi kastar honum hann inn. Næstu í línudómaran. Flottu Gummi með líkamann. Vinnur puckinn hann djúpt. Reynir að finna hann inn en það gengur ekki. Og hún er hent niður. Magnús þarna flottur á líkamannum. Alex. Nærmum ekki inn í svona puckur skopar þarna út fyrir. Hörku baráttu hérna. SR-ingum langar í þetta mark.
Jón reynir að finna sendinguna upp og það er high stick. Hector má ekki fara svona hátt með kiluna, kallar minn. Setjum aftur upp í varnarsæði Fjölnis. Og aftur inn að Fjölnirann. Jón hérna reynir að finna sendinguna á Viggo en hún kemur ekki. En Hróar hérna komin í gegn, vinnur þennan puck tilbaka og setur hann upp. Skoppar hann, er hann fastur í loftinu, mér sýnist það. Þessi fór upp og kom aldrei niður. SR vinna face-offið, Þorberg hérna setur hann á Alex hérna er að halda honum áfram, gangandi Viggo nær að koma þessu frá. Þorberg setur hann á Axel, setur hann allalega hérna yfir, skoppar hann út af, nei, rétt svo fyrir glerið. Þorberg skotið og hann er varinn en puckurinn ennþá laus, hann fyrir framann, Axel vinnur hann tilbaka. Æseringar halda svolítið áfram. Skotið kemur og það fer inn! Haukur! Listilega gert þarna. Setur hann upp í horni. Minkar þarna bilið niður 2 mörk. Staðan orðið 3-1. Og það eru SR-ingar sem vinna þetta face-off. Þeir reyna að koma hérna upp, reyna að halda pressunni áfram en Emil hérna komin í gegn, ætlar að reyna að halda þessu áfram. Gerir það, setur hann hérna upp og hann skoppar hann lengst hættulegt en einungis SR-ingar þar. Robby setur hann hérna aftur niður á Emil. Nær hann pucknum. Já, hann gerir það. Fyrsta mark SR skorar leikmaður með 95. Viktor með skotið og hann fer á markið og Hilmar nær þessu rebondi. Kemur Fjölni aftur upp í 3 marka munin. Drepa alla vonir sem voru búnar til við þetta marki á SR og taka þær allar og henda þeim í ruslið. Þeir ætla að halda áfram sinni frammistöðu í þessum leik. SR hérna að vinna face-offið. Daniel hendur hann hérna upp, Hróar. Gummi nær ekki killin á hann og puck. Hróar flottur að halda honum hérna inni. Komið með hann djúpt, alltaf bara hringsóla allt svellið en það gengur ekki. Og Haukur er komin hérna á ferðina. Magnús tekur síðan við. Skýtur hann bara lengst yfir markið. Helgi reynir að finna hann hérna í miðjuna en fyrir klófið þarna á Arnari og út. Daniel. Magnús. Fyrir að spila þarna. Sölvi kemur honum inn. Martin reynir þessa sendingu en hún gengur ekki. Alex. Kemur pucknum inn. Stórt hit þarna hjá Hróari. Viggo. Reyna að koma þarna. Alex. Niður á Axel. 4 sekúndur eftir. En byrjað búinn. Leikhluti búinn.
og það má segja að Fjölnir tóku þennan leik og ég ætla að halda honum. Þeir vilja eiga hann og eru búin að setja inn framhersluna fyrir það. 4 mörk í þessari periodu, aðeins 1 sem kom frá SR.
Já, þá vorum mætt aftur fyrir þriðja leikhluta, hérna 0-0 fyrsti, 4-1 í öðrum leikhlutanum. Búin að vera æsi spennandi leikur en já, eins og gefur kynna á töflunni, þá eru Fjölnir svolítið búin að taka yfir leikinn. En við getum séð hvort að SR sé búin að græja eitthvað plan fyrir þetta. Geta alveg verið. En við erum strax komin hérna djúpt niður í varnarsvæði Fjölnis og pökkurinn enda bara alla leið hinum megin. Martin hérna á harðasprettum og nær hérna fyrst. Alex hérna reynir að vinna pökkinn út en Jóhann þarf að enda að gera það. Gerir það vel. Komin hérna út, sendur hann á Kára. Kári reynir að finna skotið en Pétur blokkar það. Þórir nær að frysta þennan, vel gert hjá Þóri. Strax búin að sjá smá pressu frá SR. Þurfa að reyna að halda þessu út leikhlutan og næla sér í nokkur mörk. Það er með Sölvi á línunni, reynir að skjóta hann inn en Hilmar blokkar þetta og Hilmar er kominn á fleygiferðina, er hérna kominn með mann í sér, ekki alveg nóg hraður og Jóhann fristi bara pökkinn. Hérna er Hilmar með gott skot og Falur síðan líka, fer vissulega yfir hérna en Emil hérna djúpt er með pökkinn. Það koma sér fram hjá þessum manni hérna, Þorkels, góður hérna, Jóhann fristir hann bara. Viktor, missir skotið þarna. Falur í horninu. Reynir að finna út úr þessu, nei, gengur ekki og Viktor setur hann bara djúpt. Hilmar setur hann niður á Falur hérna, reynir að koma sendingunni inn en Falur er ekki kominn alveg nógu neðarlega og þá eru SR komnir á ferðina. Hróar hérna. Kemur honum út. Síðan aftur djúpt. Viktor tekur á mótanum. Finnur Drú, setur hann niður á Úlfar. Þá kemur hann hérna niður. Tekur stóran líkama þarna en þeir ná að halda pökknum, Þökksir Sölva hérna í góðri pressu. Drú setur hann djúpt. Þurfinn endar hérna niðri. Þessi er að reyna að vinna hann út en Sölvi og Ólaf flottur hérna og næstu búinn að ná honum inn. Þessi er hérna reyna að koma honum út en Jóhann endar að þurfa að frysta hann. Sem að stilla upp hérna í varnarsvæði SR. Robby reynir að setja hann hérna inn en Alex blokkar hann og Alex er kominn á fleygiferðina. Pétur hérna eftir hann og Þórir
flottur þarna og fer í að bjarga þessu sjálfur, fer lengst út á markinu en nær að verja þetta. Vel gert hjá Þóri Þorgils, tekur hérna skotið og pökkurinn endar hérna upp í netinu. Geðveik varsla hana hjá Þóri. Kemur droppið, Viktor hérna sterkur og berst í gegnum pakkan, reynir hann að ná honum upp en Axel hérna sterkur og vinnur hann tilbaka, reynir að koma honum á markið en pökkurinn endar framhjá. Emil hérna blái, tekur á mótunum, finnur Viktor ætlar að reyna að koma honum áfram en fæturnar hans teknir undan honum og tekur dómarar með. Sölvi hérna fer í keiluna, Falur byrjar að koma honum inn. En Axel stoppar það. Axel kominn aftur á ferðina, ætlar að reyna að vinna hann hérna út en þeir króa hann af hérna 4 leikmenn Fjölnis. Gefa honum ekkert pláss nema bara til að skjóta pöknum inn. Þá Viktor Jan kominn alla leið upp, setur hann á Drú reynir að finna aftur inn á miðjuna. Þeir eru hérna á horninu, SR reyna að vinna hann upp. Hróar tekur hann og skýtur bara strax og Jóhann ver hann upp í netið. Daniel setur hann bak sig, reynir að finna Magnús en Sölvi kominn hann það fyrst, er það ekki? Nei. Magnús tekur bara líka mann og Kári nær að klára þetta fyrir hann. Níels kemur hann hérna upp flegiferðinni og Viktor Jan flottu með killuna þarna og stoppar þetta. Gunnlaugur spilur hann hérna inn og aftur Viktor flottur og kemur hann út. Drú þetta sinn setur hann yfir og ekki nógu góður hérna Jóhann nær að vera hann í miðjunni. Setur hann bara djúpt. Robby tekur á mótunum. Finnur Viktor. Skilur hann bara eftir fyrir Robert. Og nú er það Hector sem er kominn á ferðina. Vinnar hann hérna niður og Viggo. Næstu í með rosalegt skot þarna Hector. Rosalegt kraft þarna við battan. Okkur skopar hérna Pétur, niður Martin. Setur hann inn. Viggo ætlar að fara á eftir. Og þarna er stórt hitt. Viggo missir killuna sína og kemur bara í skiptingu en það er Emil hérna á miðjum í sem nær sendingun yfir á Martin og Martin reynir að finna hann yfir á Viktor. Falur missir aðeins á þessu sendingu og Pétur fær hann fyrir utan svæðið. Pétur setur hann niður. Jóhann reynir að koma sér fram hjá Hilmari þarna en Hilmar með rosalega góða pressu og Emil ætlar að hjálpa honum en loksins kemst Jóhann með pökkinn fram úr og Alex Máni er kominn hérna á flegiferðina. Kemur hérna upp og flott skot þarna hjá Þorgils. En Þórir, já, búinn að vera standa sér rosalega vel í þessum leik eftir að Nikita bara var veikur og gat ekki mætt og Þórir bara búinn að fylla hans stað mjög vel. Hans búinn að hleypa inn einu óöfni og búinn að vera með nokkrar mjög góða vörslur. Og lið þarna! Langan tíma detta og nær skotan af á undan.
Níels finnur Kára. Kári kemur við hérna inn. Robby ætlar að taka líkamann en ekki nógu góður til þess og þarna hættulegur séns fyrir Sölva. Haukur tekur skotið og Þórir tekur það léttilega. Robby hérna, vinnur face-offið. Fyrir með hann bak við markið og það var að taka sinn tími í þetta. Gefur hérna góða sendingu á Viggo og Viggo er komin í gegn. Heldur þessu áfram. Reynir að komast fram hjá Daniel hérna en Daniel sterkur og vinnur þetta frá honum. Robby heldur hann bara inni. Pétur reynir að koma niður en bökkunum fer ekki. Martin hérna. Flott skot þarna en Daniel með rosalega gott blokk. Pétur fyrir að Robby reynir skotið en að setja hann bara beint framhjá eða hvað? Geðveik sending hann yfir á Viggo og Jóhann jöklar pekkinum hann og kemur hann út. Pétur bak við markið. Gefur Robban og fer í skiptingu. Falur komið á ferðina og Axel tekur bara líkamann og nær pökknum tilbaka. Þessi klárlega að spila svolítið aggressíft en það að virka fyrir þá. Jóhann hérna setur hann áfram Alex en Viktor Örn og Emil náði saman pökknum á honum. Emil hérna setur hann á Hilmar. Hilmar hérna með skotið og setur hann yfir. Jó, reynir að finna eitthvað en enginn er til að finna. Alex hérna skautar hún inn. Tekur fyrsta, setur hann í gegn klóðið sem sjálfum og á Þórir en Þórir með allt markið lokað. Þorgrís Flottur hérna en pökkurinn endar í varnarsvæði SR og Trú ætlar að vera fyrstur til að pressa. Flottur hérna í gegn. Hróar reynir að vinna pökkinn en pökkurinn er stoppaður hérna. En Hróar fær hann á endanum og tekur hann bara bak við markið. Tekur í rólega. Níels hérna hótar einhverju pressu en gerir ekki neitt í því. Og Viktor setur hann bara aftur niður og Hróar og langar sendingi kemur hann á Sölva og Sölva nær. Þessir hérna. Gera það rólega. Droppa hann um Níels. Níels ætlar að skauta hann hérna upp. Finnur Arnar. Setur hann inn hérna og Robby flottur og setur hann alla leiðina yfir. En þá halda SR honum inni. Viktor flottur hann með hann nær að vinna hennar pökk út. Viggo. Martin kemur hann í gegn. Viggo. Yfir á Martin og Martin. Sendi kom aðeins og seint þarna en aftur upp á Martin. Martin með skotið. Skoppar hérna fyrir framann og Jóhann nær að frysta hann. Rosalega gott spil hérna á milli Viggo og Martin en hefði frekar viljað sjá Viggo taka skotið þarna. Reynir að frekar í rýbandi fyrir Martin. Hilmar með skotið en blokkað þarna. Hilmar reynir að grípa hann tilbaka en það gerist ekki. Jón Viss var að sparka hann til hans og Emil hérna flottur
með skotið en skoppar hann upp. Þessi hérna einhverjum vandræðum með að ná honum út en gera það á endanum og Sölvi hérna setur hann inn á Alex sem reynir að koma lengra inn í miðjuna en Falur bara með líkamann og keyrir hann alla leið út í vegg. Nú Jón hérna, finnur Drew. Reynir að koma sér á milli hérna tveggja manna en það gengur ekki. Lukas hérna eitthvað týndur en það hlutað. Það interference. Leikmann númer 14, það Andrew sem fær 2 mínútur fyrir interference. Ekki sá ég það en já, áhugaverður dómur. Þá ekki að mótna liðið. Bara meiri spenna innan leik, gefur þessi smá séns hérna. Þorgils reynir að finna undan niður, Viggo með blokkið. Haukur, Þorgils alla leið yfir og skoti kemur og Þóri sér ekki neitt og hökkurinn fyrir inn hérna. Var þetta Jóhann eða Gunnlaugur? Annað hvor var það en já, mér sýnist það vera Gunnlaugur sem að skorar hérna annað mark SR og setur stöðuna í 4-2. Þess 2 marka munur þegar 8 mínútur og 32 sekúndur eru eftir af þessum þriðja og seinasta leikhluta. SR setja bara djúpt. Þórir ætlar að taka á mótinum og Hróar setur hann inn á Viggo setur hann inn á framhjá og bara tekið niður. Stórt hitt þarna. Flýgur hann yfir Viktor og aftur leikurinn orðið líkamlegur og þarna Jóhann sendur eins og einhver hokkipökkur hérna yfir og fellir Hektor. 2 rísastór hit þarna í röðu, veit ekki. Ég skal segja að þetta Viggo hitt var aðeins stærra. Þetta var rosalegt. Flýgur hérna. Viggo frekar ósáttur en Emil hérna skautur hann inn. Emil ætla bara að taka hérna hringi í kringum alla. Finnur síðan sendinguna á Jón finnur sendinguna niður á Hilmar, aftur á Emil. Ætla að reyna að dræfa hann hérna inn. Finnur ekki markið. Setur hann bara framhjá. Jón setur hann djúpt og er tekið niður. Esringarnir ætla sko að klára hittin sín. Helgi hérna reynir að koma honum út, kemur honum á Hauk og Haukur setur hann bara aftur inn en Níels byrjar uppspilið en Jón tekur á mótunum, Viktor aftur á Jón, ætlar að reyna að byrja að spila upp, kemur þessi sending, nei hann fer allavega í æsing, aðeins og langt framhjá þarna fyrir Sölva að ná honum. En 6 mínútur, 48 sekundur eftir. 2 marka munur. Það er svolítið tæft. SR getur náð þessu. Ég held að Fjölnismenn séu alveg svolítið byrjaðar að spá í því. En hérna er það Axel sem ætlar að reyna að koma inn miljóna. Óli tekur því ekki til greina á Sölvi. Týnir pöknum hann í smá stund en ekki eins og áðan að fer í æsing. Óli liggur hann á ofan á þessu.
Nær einhvern veginn að íta sér á einum fæti þarna með pökkinn áfram og alveg eitthvað rosaleg tækni þarna hjá Úlla. Hver er þetta þarna? Já, Daniel sem hefur alltaf að abba eftir þessu. Axel er komin hérna áfram. Tekur skotið á Þórir, grípur hann. Rosalega fyndin þessi nýja tækni hérna sem að Úlli og Daniel er að koma með. Þeir hvernig voru einu hnínu og íta sér áfram með pökkinn í eftirdrægi. Gaman að sjá þetta. En 6 mínútur eftir, klukkan ennþá tifandi og já, tíminn er á þrotum fyrir SR en ég myndi nú ekki segja að 6 mínútur væri eitthvað ómögulegt að skora 2 mörk. Martin setur hann hérna á Jóhann og næstu því rosalega klaufaleg mistök en ná langt í burtu frá öllum öðrum. Níels er kominn á ferðina, kemst þannig fram hjá Robba, setur hann hérna inn á Kára. Kári næri ekki alveg að taka á mótunum og Hector byrjar uppspilið. Martin næstu því búinn að finna Viggo þarna en Viggo ekki nefnum fljótur ásett að grípa þetta. Kári setur hann hérna það leiðina yfir á Sölva, Sölvi yfir á Gunnlaug, Gunnlaug rétt svo nær að snerta þennan að fara niður. Helgi er hérna að pressa hart á eftir og ætlar að fara í þetta og reynir að koma honum niður en það gengur ekki. Falur hérna reynir að finna hann yfir á Viktor en sendingin skoppar aðeins og langt frá battanum. Emil reynir að vinna hann út, Haukur hann í pressunni og Drú bara kastar honum. Nei, þetta var Robby en það er spilað. Þorgils setur hann áfram og Þóri tekur á mótunum. Hættulegt þarna. Arnar næstuði með hann á opið mark en Falur kemur honum hérna inn. Daniel setur hann með yfir og Viktor tekur á mótunum hérna djúpt niður í. Arnarsson er með þeirra, reynir að vinna hann út og Drú. Drú setur pökkinn aðeins langt en Hilmar tekur á mótunum hann Viktor með skoti og Jóhann Ver. 4 mínútur og 20 sekúndur eftir af leiklutanum. SR vinnur face-offið, nei. Það er Úlli hérna sem ætlar að fara í þetta. Magnús hérna með pökkinn. Það er hann alltaf baka og tekur Sölva bara niður. Það ætlar að halda honum. Daniel reynir að finna eitthvað og Viktor ætlar að dýfa sér. Alex hérna finnur hann framhjá hann. Róar tekur það ekki í mál og fer bara í líkamann. Mjög vel gert þarna. Ef það reyndi að fara í pökkinn þá hefði hann verið, já, það eru nú nokkuð mistök og hefði getað breytt þessum leik alveg en hann gerir það ekki og tekur bara líkamann og vel gert hjá Hróari. En aggressífu leikur sem SR-ingarnir eru farnir að spila, þeir vilja hann að sigur og ja, hann getur alveg komið til þeirra. Robby vel í Níels hérna og sömuleiðis gerir Viggo það. Þeir taka sjálfur niður hérna og vel gert hjá þeim. Viggo kastar hann hérna og Martin er á flegi ferðinni. Hann er kominn í hann. Skilur hann hérna inn í miðjuna og setur hann hérna upp og skoppar en Hector með hann setur hann djúpt. Jóhann með hann. Setur hann yfir. Spilur hann upp. Helgi hérna reynir að halda þessu áfram en Viktor tekur á mótunum. Yfir á Jón. Upp á Fal og Falur fær líka með Nísi Haukur. Sterkur á honum, vinnur pökkinn tilbaka fyrir á þessar ringana. Haukur hérna á Falur. Kemur tilbaka. Emil. Flott hjá Hilmar hérna lætur Emil vita að hann megi ekki fara inn af því Hilmar var aðeins seinn hann út. Þá eru Jón. Finnur Viktor með skotið og Jóhann Ver
2 mínútur 36 sekúndur eftir. Tíminn á þrotum hérna fyrir SMN. SMN taka timeout. SR tekur timeout. Ekki líða timeoutin lengi en eitthvað hefur Miloslav verið að teikna upp þarna og já bara vonandi fyrir SR að þeir ná að nýta sér það eitthvað en það eru Fjölnismenn sem vinna þetta face-off og prófar alltaf bara strax í skotið en það fer yfir Drú þarna í horninu, tekur líkamann á sig. 3 SMN fara í hann þarna aggressíft og Viktor Jan reynir að halda honum inni en Alex og Axel komin hérna 2-1, sendir hann yfir á Axel og Axel setur hann framhjá og Viktor Jan tekur bara líkamann. Prófar. Minnur hann hérna upp. Yfir á Lukas. Aftur á Drú setur hann bara út. Tómt mark hjá SM-mönnum. Robby. Setur hann hérna yfir. Yfir á Haukur. Haukur setur hann inn! 4-3! Viggo eitthvað ósáttur. Út í dómarann þarna. Hann sendur í boxið, eða hvað? Nei. Sýndist það að vera, en það ekki sagt að hætta þessu. Fjölnismenn ekki sáttu með þetta mark og séð eitthvað sem ég sá ekki en mér finnst það bara að vera fínasta mark hérna. SR ná að koma þessu upp í 4-3 og þeir sennilega munu taka markmannin sinn aftur út. Kári vinnur hérna á face-offið og það Þorgeus sem heldur þessu áfram. Jón tekur líkamann. Viktor hérna setur bara yfir. Rúm mínúta eftir. Hilmar hérna nærður minn og setur með þá. Viktor fellur hérna í markmanninn. Sölvi yfir á Níels hérna inni. Setur hann á markið. Fer framhjá. Viktor ætlar að taka skotið. Það æsing. Ekki sniðugt múf hérna hjá Viktor, ég hefði skautað hans nær, hann var með fullt af plássi til þess. Örgulega geta hann nælt sér í 1 mark og gulltryggt Fjölnismönnum sigurinn en í staðinn eru SM-menn mættir hérna 6 á móti 5. Enginn í markinu. Þeir ætla sér að skora. Viktor setur hann hérna yfir Hilmar hérna. Jóns ná honum út.
Það fyrsta skrifið, Axel. Pressaði hérna vel niður. Bakris skoppar hérna og ekki inn, en 20 sekundur eru eftir. Hér koma skiptingarnar. Það eru niður, 10 sekundur eftir. Alex hérna jarðaður niður og líkamar teknir. 5 sekundur eftir. Og búinn að skora! Það er 3 sekundur eftir á leiknum. Jafna SR-mennan í 4-4. Það er leikmaður þeirra, númer 40. Þorgils Eggertsson sem að gera það fyrir þá og þetta hlýtur að vera ansi svekkjandi fyrir Fjölnismenn. Þess 3 sekundur eftir á klukkunni. Ræseringar skora. Og við förum í framlengingu. Fjórða mark SR skorar leikmaður númer 40 Þorgils með stóðsendingu frá leikmanni 11 Haukur og 9 Axeli. Jæja, þá verður allt að koma hérna aftur í framlengingu. Það var spilað í 5 mínútur, 3 á móti 3. Brotið á, þá fá menn auka mann inn á, ekki annan tekinn út af, þó að mann þarf vissulega að sitja í boxinu. Ef við fyrir markalaus út af framlengingunni, þá förum við í vító.
Það er Emil og Kári sem ætla að mætast hérna í þessu loka face-offi. Eða ekki loka, veit það ekki ennþá, en ætla að byrja framlengingu leiksins. Sölvi finnur hann hérna upp og Robby tekur á mótunum. Emil yfir á Hector. Eftir niður á Robba. Þetta er Emil. Spilur hann hérna upp. Það reyna að búið til þessi pláss. Finnur Martin. Fjölnir ætlar svo sannlega að taka sinn tíma. Martin, Hilmar og Viggo. Allir með mark í dag. Hilmar setur hann á Viggo með skotið og setur hann inn! Skorar! Vinningsmark leiksins! Hérna! Og fagnar þannig. Þetta var, ég tek það tilbaka sem ég sagði áðan, með flottasta skot leiksins. Þetta var það. Og fagnið við og bara þriðjan leikskilið. Og þessir eiga líka stórkostlega frammistöðu í þriðja leikhluta, en þessi andra leikhluti hjá Fjölni sem var alveg geggjaður. 4-1 þar og SR ná að jafna upp í 4-4. Viggo síðan með þetta stórkostlega mark núna hérna í endan. Svona fór leikurinn, 5-4 fyrir Fjölni. Ég segi bara takk fyrir mig, ég heiti Baldur og já, takk fyrir að horfa.